Virðulegi forseti, útskriftarárgangur læknakandídata sendi á dögunum frá sér yfirlýsingu þar sem lýsa því yfir við stjórn Landspítalans að þeir íhuga að ljúka kandídatsári sínu við aðra stofnun. Er þetta gert vegna langvarandi óánægju með aðbúnað og launakjör á sjúkrahúsinu. Í yfirlýsingunni kemur fram að læknakandídatar hafi í mörg ár verið ein óánægðasta stéttin á Landspítalanum samkvæmt starfsumhverfiskönnun spítalans. Þeir segja í fyrsta lagi að kjarasamningar hafi ekki verið virtir, hvíldartími sem festur í lög ekki heldur og þá hafi yfirvinna og veikindadagar ekki verið greiddir. Í öðru lagi aðbúnaður í starfi hvað varðar aðlögun og handleiðslu í starfi mjög ábótavant. Í þriðja lagi hafa kandídatar og almennir læknar dregist mjög aftur úr í launaþróun háskólastétta með sambærilega menntun. Þeir eru með 340.734 krónur í grunnlaun eftir 6 ára háskólanám. Ekki verður sagt að Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans, sýni málinu skilning, þar sem hann í grein sinni í Fréttablaðinu 3. júní síðastliðinn lætur í veðri vaka að kandídatar séu ekki starfsmenn spítalans, standi ekki jafnfætis starfsmönnum í að leita réttar síns gagnvart spítalanum sem vinnuveitanda og að Landspítalan geti vel starfað án kandídata. Læknaráð Landspítalans er þessi ekki sammála og hefur hvatt stjórnvöld og yfirstjórn Landspítalans til að finna lausn á málum kandídata þegar í stað til að hægt verði að tryggja áframhaldandi óbreytta þjónustu spítalans og öryggi sjúklinga. Herra forseti, ég vona hæstv. Heilbrigðisráðherra geri sér grein fyrir alvarleika málsins. Fjöldi almennra lækna ætlar sér ekki að flytja aftur heim eftir sérfræðinám vegna þeirra erfiðu starfsskilyrða sem þeir býðst hér á landi. Því spyr ég hæstv. Ráðherra hvort og þá hvernig hann hyggist beita sér í þeim málefnum unglækna sem hér ræðir, hvort honum sé kunn staða mönnunar lækna eftir sérgreinum á Landspítalanum og hvernig horfur í mannaflaspám í því sambandi á næstu árum.